Þetta er engir, það var það úrslitakeppni með Keflavík enn eitt árið. Hvernig lagst þessi úrslitakeppni? Bara mjög vel. Þetta snýst alltaf það að tryggja sér gott sæti árið kemur úrslitakeppninni. Deildin fer í raun og veru í það og svo þetta náttúrulega bara það sem allir bíða eftir og alltaf mikill spenningur og við erum bara brattir. Í fyrra kemur Keflavík inn í úrslitakeppnina með þér og áreindar annar þjálfari en það komið inn í gegnum 8. sæti og nú er með heimavöll í fyrstu umferð. Finnur þú fyrir svona aðeins annar stemningu í kringu liðið eða svona að koma inn í þetta? Nei, ég held að það sé yfirleitt alltaf eftirvænting fyrir úrslitakeppninni í Keflavík og ég held að það gerir sér flesti grein fyrir því að Keflavík er yfirleitt annar lið í deildakeppni og úrslitakeppni og þannig að það er alltaf svipað eftirvænting og spenna í kringum úrslitakeppnina í Keflavík. Farið inn í úrslitakeppnina með vinna 6 leiki í röð í deild. Tapir svo stórt núna á Sauðárkróki. Hvað var að gerast hjá okkur þar? Við bara mættum greinilega ekki klárir, það fer ekki á milli mála. Við vorum búin að undirbúa okkur vel að við töldum og en svo bara þegar kemur að þessu þá bara frá byrjun þá vorum við bara einhvern veginn bara alveg týndir og kraftlausir og óagaðir og bara þeir áttu og móti koma, þeir voru spila miklu krafti og áttu frábæran leik og við bara vorum hreinlega bara bakaðir og ég tel það samt ekki, það er náttúrulega hundleiðilegt enda móti svona, við ætluðum okkur að fara upp í 3. sætið en það skiptir ekki öllu, nú snýst þetta bara það að við komum að kraft inn í úrslitakeppnina og það er það sem við ætlum okkur. Eitthvað verið rætt og ritað hvað Keflavík spila að fá mönnum í þessum leik. Hvernig er staðan á liðinu fyrir núna fyrsta leik í seríu mútið KR? Allir heilir? Já, það eru allir heilir raun og veru nema náttúrulega við erum búin að vera án Gumma Jóns frá áramótum. Hann var náttúrulega búin að vera meiddur fyrir áramót spila þannig og svo er hann ekkert verið með eftir áramótin og hann er aðeins farinn að æfa og hann mun reyna að spila og það verður bara komið í ljós hversu mikið hann nær að spila og getur hjálpað okkur en það verður mikill styrkur bara að hafa Gumma í búning því hann er hrikalega mikill karakter sem þekkir að spila svona stóra leiki. Nú sjáum við hjá KR-liðinu leikstjórnanda ítalskan sem hefur heldur betur sýnt sig í síðustu leikjum eftir að margir voru búin að afskrifa. Hvernig er að fara á móti svona leikmenn sem getur sett 15-20 stig í leikluta? Það er nú bara, hann er bara einn af þessum 7-8 leikmenni sem eru í þessu KR-liði en hann er kannski svona villtastur og getur einmitt skorað í bunkum en á sama tíma líka gert mistök sem við getum nýtt okkur og við reynum að ýta honum út í það sem hann vill ekki gera og það er bara undir okkur komið að sjá fyrir því. Er trúin sterk í Keflavík að sá stóri sé á leiðinni? Ef við ekki byrja bara KR? Byrja KR? Nei ekki? Takk.